Þá skulum við skoða núna hvernig við getum gert bilskipta tíðnitöflu. Við erum búin að búa til einfalda tíðnitöflu þar sem við teljum bara hver gildi fyrir sig og svo erum við líka búin að búa til fullkomna tíðnitöflu og ég vísa það bara í önnur myndbönd sem við erum búin að fara í gegnum. Það sem við ætlum að gera núna er að búa til bilskipta tíðnitöflu. Það erum við búin að taka raun og veru gildin, eitthvað tölugildi og bara fækka svolítið, setja upp bara á bil til þess að hafa þetta aðeins meira samandregið, færri línur og gefur aðeins grófari mynd af gögnunum okkar. En það sem við byrjum að gera, við tökum bara glósuskjalið okkar eins og það var komið, veljum hérna allt innihaldið á blaðinu einföld tíðnitöfla og kopía það, afritum það, búum okkur til nýtt blað og peistum hérna inn bara og tvísmellum hérna á heiti blaðsins og svo skulum skýra þetta bara bilskipt tíðnitafla. Ok. Hér, við erum búin að komast að því að minnsta talan í talnasamninu er 17 og stærsta talan er 28. Og við þurfum ennþá að nota það. Þannig að við þurfum að velja okkur bil sem eru þannig að 17 og 28 komast fyrir inn í bilunum. Þannig að við getum ekki byrjað að segja að taflan sé kannski frá 20 til 25 eða eitthvað svoleiðis. Heldur þurfum við að hafa neðsta bilið þannig að minnsta talan kemst inn í það og stærsta bilið verður þannig að stærsta talan kemst inn í það. Þannig að 17 og 28 eru tölurnar sem við erum að stíla inn á og ég er sem að taka þessa töflu út sem við vorum búin að gera bara vel dálkan og vel delete, þá hverfa þær alveg. Og nú ætlum við að setja aftur hérna fjöldi í bekk og hér fyrir neðan ætlum við að setja bil og til að byrja með það ætlum við bara að handskrifa inn öll bilin en síðan ætlum við að sýna ykkur hvernig við getum látið Excel hjálpa okkur með það. Þannig að við setjum hérna fyrst bara 16 til 17, það allt í lagi að byrja á lægri tölu heldur en minnsta talan bara þannig að minnsta talan komast alveg örugglega inn í bil, 16 til 17 og 18 til 19, 20 til 21, 22 til 23, 24 til 25, 26 til 27 og 28 til 29. Þannig að 28 kemst inn í stærsta bilið og 17 kemst inn í minnsta bilið. Okay. Í hinum töflunum sem við erum búin að búa til þá höfum við sett tíðni hérna við hliðina. Við ætlum að hafa aðeins smá svona hjálpadálka núna vegna þess að núna er 16 til 17. Þetta er raun og veru bara texti. Excel lítur á þetta sem svo að þetta sé bara texti og við sjáum það að Excel lítur á þetta sem texti þegar þetta er skrifað vinstra megin ritin eins og bara heitin hér. Ef að Excel liti á þetta sem tölu þá myndi að setja það hægra megin. Þannig að við þurfum að nota þessa tölur, við þurfum að nota 16 og 17 til þess að reikna inn í telja inn í bilið. Þannig að við þurfum eiginlega að setja hérna neðri mörk og efri mörk. Setja það í sitt dálkinn. Og þannig að neðri mörkin eru 16, efri mörkin eru 17 og í næsta bili er það 18 og efri mörkin eru 19. Og nú getum við nota fill eins og við gerðum í síðasta tíma með því að velja þessa tvo reiti, fara litla kubbinn í horninu og draga niður. Við gerum það sama hér, velja þessa tvo reiti, fara litla kubbinn í horninu og draga niður. Ekki hika við að pása myndbandið ef þið þurfið, ef þið eru að gera grein glósur, stoppa til þess að geta gert þetta. Ok, þannig að við erum komið með töluna 16 og töluna 17 hérna til þess að reikna, til þess að geta talið inn í bilið. Næsta skref hjá okkur er að búa til tíðni
sem alltaf táknað með F, búin til dálk fyrir tíðnina og við skulum nota fall sem heitir count ifs. Við erum búin að prófa count if. Count ifs fall sem getur tekið mörg skilyrði. Þannig við þurfum raun og veru búið til skilyrði í tvennu lagi. Það semst, ef við ætlum að segja eitthvað talafalli inn á þetta bil 16 til 17, þá þarf hún að vera stærri en eða jafnt og 16 og líka minni en eða jafnt og 17. Þannig þetta raun og veru 2 skilyrði, 2 ójöfnur sem við erum að setja hérna og við þurfum að hafa bæði skilyrðinni. Þannig við förum hérna og við byrjum á jafnt og, alltaf byrja á jafnt og þegar við erum að gera formúlu. Við skrifum count ifs og opnum hérna sviga. Já, ekki þetta, þannig að hafa það, en ok, við opnum sviga og þá býður Excel criteria range 1. Það þýðir raun og veru að við erum að setja inn þá reyti sem við ætlum að telja út úr. Þannig að við förum hérna í reit B2, Ctrl+Shift niður til að velja alla. Þannig að þá erum við komið B2 til B25 og alveg eins og við gerðum í síðustum myndböndum, þá þurftum alltaf að festa televísionuna í gögnin okkar. Setjum við hérna dollaramerki fyrir framan 2 og dollaramerki fyrir framan 25. Ok, þá erum við búin að segja Excel úr hvaða reitum á að telja. Næst gerum við semikomu ef að tölvan er stillt á íslensk kerfi, kommu ef hún er stillt á bandarískt. Þið bara skoðið hvað stendur á skjánum fyrir framan ykkur. Og það sem feitletrast núna er kritería 1. Skilyrði sem á að uppfylla. Nú ætlum við að svona finstilla þessa skipun eftir því sem máli er. Við byrjum á að bara harðkóða inn skilyrðið. Við ætlum að setja skilyrðið að innihaldið í reiknum sé stærri en eða 17. Við setjum gæsalöpp, shift og 2 til að gera gæsalöppir. Svo kemur stærri en eða jafnt og 17. Loka gæsalöppinni. Nei, fyrir ekki 16 aðra. Stærri en jafnt og 16. Ok. Prófum bara að loka þessum sviga og að hvað kemur. Það kemur 24, þannig að það eru 24 tölur þarna sem eru stærri en jafnt og 16. Passar alveg. Við ætlum samt ekki að taka alla bekkina, við ætlum bara að taka þá bekki sem eru stærri en jafnt og 16 og líka minni en jafnt og 17. Tvísmöllum hérna á skipunina, breytum hérna aðeins meira. Setjum bendilinn hérna þannig að sé fyrir aftan setni gæsalappinar. Athugið þegar við erum með skilyrði, ef það ætti bara að vera stærri en 16, þannig að 16 teljist ekki með inn á bilið, þá myndum við ekki hafa jafntómerki með. Þannig að ef það er svona, ekkert jafntómerki, þá er það bara stærri en 16, en ekki jafnt og 16. Hér, ef við setjum jafntómerki með, þá þýðir það stærri en eða jafnt og 16. Ok. Við ætlum að bæta við skilyrði. Hafa þetta líka minni en jafnt og 17. Þannig að nú gerum við semikomu eða komu ef það er þannig stillingar. Og þá spyr Excel eftir criteria range 2. Þá veljum við aftur þessa reyti sem við vorum með hérna áðan. Og það er bara alveg eins og áðan, B2 til B25. Setjum dollaramerki, alveg eins og við gerðum áður fyrir framan framan 2 og fyrir framan 25 og aftur setjum við semikomu og nú ætlum við að setja seinna skilyrðið. Seinna skilyrðið er að reiturinn innihaldi tölu sem er minni eða jafnt og 17. Við setjum gæsalappir, nú setjum við minnimerki, jafnt og 17. Gæsalappi lokast. Enter. Þá fáum við að það eru 2 bekkir sem eru á stærðinni 16 til 17.
Þetta svo sem gott og blessað. Ef ég myndi nota þessa skipun og draga svona niður, þá fengi ég alltaf 2 vegna þess að því ég setti nú dollaramerki þá alltaf verið að vísa í sömu reitina hérna vinstra megin, en það alltaf 16 og 17. Og ég gæti alveg farið og tvísmelt hérna á reitin alltaf og bara breytt tölunni. Það sem við viljum frekar gera að láta Excel gera þetta fyrir okkur. Og þannig að við stillum frekar upp formúlunni, þannig að hún sé þokkalega í byrjun, en síðan ættum við að geta fyllt bara niður og fengið töluna sem við viljum. Þannig að tvísmellum núna, ég ætla að eyða þessu út aftur, tvísmellum á efstu töluna, þessar 2 þarna sem vorum búin að fá. Og núna ætlum við að fara hérna þar sem stendur 16. Ég jafnvel að stækka þetta þessu upp. Sjá. Förum hérna það sem stendur stærri en eða jafnt og 16. Okay. Við ætlum að þurrka át töluna 16. Þannig að hér stendur sem sagt gæsalappir, stærri merki, jafnt og merki, gæsalappir. Þetta er raun og veru bara textastrengur, bara þessi tákn sem hérna, þetta er bara texti sem að Excel getur lesið og skilið. En við ætlum að nýta við þennan texta stærðinni 16. Við gerum og smellum á reitin þar sem að stendur 16 og er shift og 6 á lyklaborðinu. Þetta er bara svona og-merki og svo smellum við á reitin þar sem að stendur 16. Og það sama gerum við seinna skilyrðið, við förum hérna þurrkum 17 út, förum út fyrir gæsalappirnar, þannig að séum alveg örugglega eftir gæsalappunum, skrifum þar og-merki og við smellum á reitina sem stendur 17. Ítum á enter og það stendur ennþá 2, það er alveg eðlilegt, en núna getum við dreigið þetta niður. Og það sem gerist núna er að við getum tvísmelt hérna og sjáum að við erum að nota þessar tölur 24 og 25 til að reikna út úr þessu. Þetta er alltaf fast í að vísa hérna. Þá erum við komið bilskipta tíðnitöflu. Eitt sem ég langar til að gera hérna í lokin, það er ef við förum og skoðum aftur þetta hér. Nú handskrifuðum við þetta allt saman. En við getum sparað okkur svolítið vinnu þegar við gerum þetta næst. Með því að skrifa bara tölurnar hérna í neðri og efri og síðan þegar við erum búin að því, þá förum við að búa til þetta bil, hérna texta. Og það er hægt að gera það með því að gera hérna, sýni ykkur bara hérna fyrir aftan. Ef ég er í þessum reit, get ég gert jafnt og, smelta neðri. Ef ég gerir bara þetta, þá bara birtist talan 16. Ok. Ef ég gerir jafnt og, smetla 16, set og-merki og smetla 17, þá skeytir Excel þessum 2 reitum saman, eins og þessi textar, úr verður til orðið 1617. Og ef við viljum hafa bandstrikan á milli, þá getum við haft bara E2 og merki, setjum hérna gæsalöpp, bandstrik, gæsalöpp, annað og-merki, þá er verið að skeyta saman 3 strengjum. Það sem stendur í E2, svo kemur bandstrik og svo kemur það sem stendur í F2. Þá fáum við svona streng, 16 til 17, sem er alveg eins og gerist hér. Og þá fáum við, þá getum við bara fyllt þetta niður og fengið bilin tilbúin. Það var þægilegt. Og þetta getur líka verið mjög gott ef við ákveðum til þess að breyta bilskiptingunni eftir á. Ef ég ákveð það til dæmis að mig langi miklu frekar að hafa 15 til 19 og svo 20 til 24 og svo 25 til 29 og þá erum við bara með 3 bil. Það myndi að líta svona út. Þá verða bilin til bara hérna og talningin uppfærist. Ég ætla að taka þetta tilbaka samt. Ég svo standa svona.
Ok, þá eru komið bilskipta tíðnitöflu og þá ætti að geta tekist af við næstu dæmi á dæmablaðinu.